Komið sæl og verið velkomin í podcast Kopp.is. Við erum að taka upp í kjölfarið á góðum sigri á móti Watford og við erum að detta inn í landsleikjahlé, en það held ég bara eitt til umræðu svona ofar öllu. Það kóngurinn frá Egyptalandi og með til að ræða þetta eru á sínum stað Maggi, þú ert mættur? Já, mættur. Steini líka? Jú. Herðu, og við fáum skemmtilegan fjórðamann í kvöld. Sveinn Woga, sæll og velkomin aftur. Já, takk fyrir. Gaman að vera með ykkur strákar. Þetta nú orðið bara challenge að ná þér. Þú ert alltaf að kenna fólki að drekka bjór. Það dálítið það verður ekkert minna vinsælt víst og fólk alltaf í endurmenntun en þess að það gleymir alltaf jafnóðum það sem það lærir. Þetta mjög hentugt. Gott plan, sko. Ég ekki frá því, við þurfum að fara að láta kenna okkur það, Einar Matthías, þú þarft að fara að læra það eitthvað. Ég ætla hann bara að spyrja, hef ég komið? Margir þessu bestu eru alveg sjálfmenntaðir. Það til myndir á honum. Sko, þegar ég fer í óvissuferðstrákar, þá tek ég það alvarlega. Ég get alveg örugglega votta það bara, segð mér þá. Ég hef farið í óvissuferð meira að segja til Porto, sko. Þú áttu myndir af því. Já. Steini, þetta stór dagur fyrir þig, sérstaklega, núna síðustu helgi. Þetta orðið, við höldum ekki upp á þetta, við erum kannski verið að gera það, ég veit ekki hvort það sé of smóltam, en spádómurinn Richard Keys, hann gengur formulega ekki upp þetta tímabilið. Everton fari fram með Liverpool. Já, þetta alltaf ánægjulegur tími, kemur alltaf á hverju sísoni, missnemma, en þetta, við erum ekki svona í Arsenal-gírnum, þar sem við erum búin að nefna þennan dag eitthvað sérstaklega, en þetta svona smá til að kætast yfir, en það eru aðrir hluti sem maður kætist miklu meiri við, þannig að til dæmis eins og að við gætum farið að komast heilum 10 stigum á múl. Ok, það kemur sérna. Þetta allavega fallegt að gera þetta svona afmælisdaginn Braga Brynjars eða í kringum hann. Já, það bara 50 afmæli hjá gamla, hann bara til hamingju með daginn Bragi minn, ég náði nú ekki að kíkja á þig, en því ber líka fagna. Og 50 ára afmæli var fagnað með 5-0, þannig að þetta var allt svona skrifað bara hérna út all ský og bara allan heiminn geiminn. Þannig að 5-0 var helgin. Já, ef ykkur púllari á Íslandi áttu skilið að fá 5-0 leik, þá held ég að það sé téður Bragi vinnur okkar. Bara shout out á Braga, ekki spurning. Nákvæmlega, tökum að til það. Herðu Svenni, byrjum á kannski meiri alvöru og byrjum á meistaradeildardrætti. Það Manchester City, þú ekkert verið að skoða með flug á útileikinu sem við tókum í fyrruferðinni eða eitthvað, eru spenntur við tölvuna? Það algjörlega ofmetið að fara á þessu Evrópuleiki og það eru 100 ég veit ekki hvort ég hef sett ykkur að það var sem sagt þegar Luis Garcia skoraði þetta mark án þess að línutæknin væri komin og þá var ég á Anfield í Koppstokkunni í 119 decibelum, þá var slegið met og þá fór ég úr því að vera Liverpool stuðningsmaður yfir að vera þetta fárveika kvikindi sem ég í dag. Þetta eru rosalegir leikir geta verið og varðandi þennan drátt, ég veit ekki, núna ég bara gjörsamlega samfærður með það. Og ég tilbúin að fara í rökræðu við hvert sem Að þegar höfum við í síðustu 2 leikjum, þegar við höfum spilað 11 á móti 11, þá höfum við bara verið talsvert miklu betri heldur en þetta Manchester City lið. Það bara einfaldlega þannig. Og við erum líka, ég hef ekki hort á alla leikina, en við eina liðið sem hefur svona, sem getur sagt, hefur yfirspilað á. Og þá er að meina öll lið, það sem hefur hafa yfirspilað og það sem Man City hefur lítið út fyrir að vera bara ráðalausir og useless og að vera að labba yfir þá, það hefur bara gerst einu sinni og það var í þeim leik þegar við tókum á 4-3. Og þetta finnst mér ekkert vera eitthvað til þess að deilum, en þetta bara eitthvað sem bara fyrir framan okkur og svo ráðum við hvernig við tökum þetta og horfum í þennan leik á móti City. En auðvitað eru þeir á
frábært lið og allt það. Ég bara, við erum það bara líka og ég held að strákarnir séu örugglega ekkert eðilegir yfir þessu. Sumir hafa kannski haldið að þetta yrði eitthvað agalegt að fá þetta lið. Menna, þeir eru bara að standa hana, tá á móti þessum ljósbláu drengjum og þeir eru búin að vera betri. Þannig að ég hlakka til. Tekur þetta, Steini? Nei, Maggi fyrir ekki, leifbúin að Magga inn í þáttinn. Nei, ég gera það ekki. En hérna, ég er sammála Svenna í því að við þurfum ekki að sitja og skjálfa og vera dottnir út, en þetta var það annað kannski tveggja liða sem að ég vildi alls ekki fá, hitt var kannski Bayern, ég held við möttum það liði ekki vel upp. Þannig að það svolítið erfitt einhvern veginn átt að sjá því, svo sem hvernig þessi leikur fer, ég held að þetta verði alveg stál í stál. Það var vont að byrja á Anfield, þannig að ég vilja byrja hinum megin, því að þessi tveggja leikjaseríur eru oft, það ráðast ofta út í vellinum, þannig að það hefði verið flott að hafa einmitt eins og Svenni lýsti desibílunum á Anfield. Ég held að sé kannski engin tilviljun að við höfum unnum Chelsea með tvisvar sinnum svona í þessari keppni á Anfield, en þegar við byrjuðum þar þá lentum við í vandræðum. Varst þú ekki vitni að því þegar Riise skoraði mark fyrir vitlausan aðalega, Einar, var það ekki einhvern veginn svoleiðis? Jú, það var veist 90 mínútur, en í þeim leik var samt stemmingin alveg rosaleg fram allan leikin. Það var alveg meistaradeilda stemming alveg út þann leik sko, og fyrir leik og allt bildup. Það var alveg rauninu bara á frábært öllu leikið þangað til að loka myndinni. Það sem ég meina bara, ég held að ef við hefði fengið að velja versta dráttinn, þá hefði þessi verið númer 1 og það verið alltaf það að byrja heima er vont. Það þýðir auðvitað ekki að við leggjum niður róuna og gefumst upp. En því að Svenni sagði, við erum búin að vera alveg að matcha þetta lið í rauninni í báðum leikjunum. Ég man ekki hvort það var 1-0 fyrir City þegar mannleit reka sig út af, við vorum búin að vera alveg nekk í nekk við þá og vorum alveg að standa okkur vel. En á móti þá náttúrulega, þú veist, vorum við konur í 4-1 og vorum kannski, við séum ekki heppnir, en vorum konstantandi stressaðir að enda í 4-4. Því þetta er náttúrulega, Manchester City og ég hef svo sem sagt að þessum lýsingum hérna, í þessum þáttum okkar í vetur, sennilega besta lið í Evrópu þegar það er á góðum degi, en á móti þá held ég að við eigum alveg verðskulda að vera þarna í topp 8 og þetta verður bara algjörlega stál í stál, en ég met okkar möguleika svona 40-60, við erum underdogs í þessari viðrökkvist mér, 40-60. Steini, ég sá okkur að tölfræði, þetta er náttúrulega svolítið síðan samt sko, en þegar Liverpool var að komast þetta langt, þannig að það gat dregist á móti ensku liðum. Þetta er fyrsta skipt sem að Liverpool getur dregist á móti ensku liði er núna. Við höfum núna á 9 einvígum 6 sinnum mætt ensku liði. Er þetta ekki kannski eitthvað það sem að menn er að líka pirra sig yfir, ekki bara hvað Manchester City er sterkt sko? Já, þetta er á 2 vegu sko. Ég er bara á því að þetta City lið er það sterkasta í Evrópu, það sem að vera þessu tímabili. Það sé bara fáir sem að rauninni mæla því mót. Menn voru að tala um París og City. París er búin að sýna á sig hliðar sem að bara er ekkert rosalega góðar, en City er búið að halda áfram. Náttúrulega stóru leiðindin í þessu, náttúrulega bara fyrir þá sem að þekkir það út í Liverpool og annars slíkt er ykkur að fara að bóka sig hótelherbyggi á útileikin eða nei, þetta er klukkutíma akstur og það mun ekki breyta því og ég er algjörlega ósammála að Magga. Ég held að skipti engu máli hvor leikurinn er heima fyrst eða úti. Ég held að skipti bara akkurat engu máli, en það verður truflu stemming og ég held meira segja að það gæti verið bara flott að vera með Anfield fyrst, alveg geðtruflaðar Anfield á fyrirleiknum og bara hræða þá svolítið, hreinlega. Heldur þessi meira peppaður völlurinn fyrir leikamótið þessum ensku liðum heldur en til dæmis Barcelona eða leika svo liðis? Ég gæti alveg trúa því. Það er ekkert ástæðulausu að við erum búin að heyra af stærstu stemmingsleikjunum þegar menn er að fá þessi enskulið í úrslitakeppninni í meistaradeildinni. Þá bara ætlar Anfield að sýna og sanna að þetta er gryfjan sem þú hræðist að koma í. Ég meina þetta var svona á móti Chelsea og hefur verið nokkru svona, við mættum Chelsea annað hvern leik bara á hverju ári fyrir nokkrum árum síðan þegar Rafa og Mourinho voru þannig að sitt hvorum megin. Arsenal leikirnir, United leikirnir Man United leikirnir í
Evrópudeildinni hérna fyrir 2 árum. Það var að truflu stemming, þannig að það svona eitthvað ekstra þarna, en klárlega var þetta leikurinn í langefsta sæti sem maður vildi síst fá. Ég var eiginlega bara nokkuð saman alla aðra, en það var ekki þennan. En ég ætla að setja til í þessu hjá Magga, sko, að auðvitað þetta þótti svona heri í byrjun að fá leikir hérna heima, menn hvað ætlar að gera, sko. Ef við ætlum að spila okkar leik og móti svona góðu liði, og ég alveg sammála ykkur félag, þetta er bara besta liði sem í gangi núna, þá erum við að fá okkur mörk, og við þessi útivallarmörk náttúrulega það sem telur rosalega. Á sama tíma þá verðum við að spila okkar leik ef við ætlum að vinna leik. Þannig að þetta er rosalegt púsl, og einhvern veginn fyndist mér auðvitað vill maður upplefa það að völlurinn verið nýttur, og ég held að skipta engu máli hvort það City eða Barca eða hver sem að mæta, hann ekki leiðilegt að fá Barca. Það er mikið stemming í kringum liðið, í kringum Sala og kringum allt þetta, að það verður allt sem að snældu snar vitlaust, það skiptir engu máli hver mætir. En sem sagt, að því sögðu að við erum að díla við þarna eitt best manna liðið, og ég stend alveg við það. Við erum eina liðið sem hefur látið að líta illa út á einhverjum tímapunkti í einhverjum fótboltaleikjum, það erum við. En hvað gerum við? Hvað gerir Klopp? Ætlar hann að hjóla á þá? Við erum búin að vera þéttari núna tilbaka, sannarlega. Við erum samt sem að fá okkur, náttúrulega, við sýndum það með ömurlegum United að við getum að fengja okkur 2 mörk, sko. Þannig að það er stóra anskotast dilemman, sko. Og ég hefði viljað, örugglega eins og allir náttúrulega, maður hefði viljað fá Anfield í seinni og vera þar með eitthvað geðsjúkrahús. Að sama tíma er ég líka svo sem geta tekið undir það með Steina. Þeir eru að fara að mæta hérna, fyrri leikir hafa átt að skila mjög góð. Þeir eru að mæta 0-0. Þannig á Anfield, það er engin saga, það er ekki til að vinna upp, það er engin með forskot, það er engin lacking, þetta er bara, já, nú byrjar þetta. Og þar er ekkert svo sem vont að vera á Anfield. En við erum að fara í gegnum þetta. Ég er að segja ykkur það. Við erum að fara í gegnum þetta. Ég lýst þér þetta. Maggi, það er ekki bara, við vorum að tala um Rafa og Mourinho, á síðasta áratug, það var orðið svona þekkta barátið, sko, það er kannski ekki sami rosalegi rígur, en það er kannski heldur tilvíðan, þetta eru þau 2 lið á Englandi sem spila hvað mesta sóknarbolta sem eru komin þetta langt í keppni í ár, en Klopp er bara einn af fáum sem að hefur ég held að segja á stjórun sem hefur með eitthvað rekord á móti Pep á unnið en bara yfir höfuð, sko, fyrstulega unnið en yfir höfuð, ég held að séu bara svipað vinningshlutfall í þessum viðreiknum, og þá voru að tala um Klopp með Dortmund og með Peppa með Barcelona og Bayern, sko, alltaf með töluvert ríkari og alltaf vera sterkari lið, sko. Já, ég er sammála því, og þetta er náttúrulega bara, þegar við vorum kannski fyrir aðeins að segja Guardiola, það væri gaman að sjá hvað Guardiola myndi gera með þetta sitt í lið, og byrjaði ekki droslega vel, en hefur heldur betur náð að setja sinn stimpil á. Þetta eru alltaf stjórar sem hafa ekkert ólíkt upplegg á leiknum, þeir sækja og fara all in, Pep er ekki að fara að liggja tilbaka á Anfield, ég get lofað eitthvað því. Þannig að við erum að fara að sjá leiki sem allir vilja sjá, ólíkt kannski mörgum öðrum liðum þarna, ég meina virðingu fyrir liðum eins og Juventus skilur mig eða Róma alltaf þetta eru lið sem að liggja náttúrulega bara í skotgröfunum, svolítið eins og liðin sem eru nú þegar fallin út. En það er bara gaman að þeir virðast einhvern veginn hafa svona bara gott rekord, bara hver við annan, ég meina alltaf líka má alveg segja það að þegar Klopp kemur til Þýskalands, þá er Dortmund svo sem á Dortmund að vera einn aðal keppinauturinn, þannig að það er kannski ekki heldur að tala um Klopp sem einhvern algjöran underdog fyrir þá kannski þegar hann kemur til Liverpool og tekur það svona kannski skrefinu lengra, en ég bara að því sögðu að það er leiðilegt að hafa fengið þessi lið þarna, þetta er alltaf geggjar úrslitaleikur að bara fá, að þá verður þetta náttúrulega, þetta verður 180 mínútur af fótbolta sem maður missir ekkert af, þetta er eina liðið í Englandi sem ég hef sest niður og hort á spila fótboltaleik, annan heldur en Liverpool, meira heldur en kannski 10-15 mínútur í svona einhverju beit, því það er gaman að horfa Manchester City spila fótbolta. Þetta er lið sem er með
geggjaða fótboltamenn og eru líka með fína varnarmenn þó þeir kannski við að brjóta það upp, þá hafa þeir líka alveg verið að grænda út 1-0 úrslit og berjast fyrir sínu, þannig að þetta eru bara 2 frábær fótboltalið sem hefði verið gaman að fá bæði held ég aðeins lengra en úr þessu komið að þá bara vonandi bara fylgjum við því sem að Svenni segir, því að ég held að þú veist, með virðingu fyrir hinum leikjunum að þar verðum við mjög undrandi nema kannski það er smá slagur en það þú veist, maður myndi halda einhvern veginn svona fyrirfram að í undanúrslitunum býða okkar Real, Barca og Bayern sko, og það er líka það er bara mouth-watering líka að hugsa til þess að við séum að vinningslið út úr þessum leikjum kannski hvað er ekki Real Juve, kannski Real Juve spurningin, ég meina bæði Bayern og Barca að fljúga frá sínum móturjum, þannig að það bara að geggjuð velun í boði að því Steini var að tala að menn kæmust ekki á hótelið, ef við komumst áfram að þá trúi ég ekki öðru heldur en að við leigjum okkur togara bara allir saman 4 og siglum til Hull og tökum svo lestina bara þangað sem leikurinn því að það verður náttúrulega bara geggjað dæmi að fara í undanúrslit á móti einhverjum bara sennilega þá samankostar Juve eða Real og þá erum við að tala það að þarna verða 4 af 6 stærstu liðum Evrópu utan Englands og það er bara geggjað að fá að eiga séns á að mæta þeim, það er bara virkilega mikið tilökunarefni. Hafið engan trú að þessari tölvu þarna, það er bara að rekna þetta út sko. Nú? Já, Barca, Real og Bayern fara áfram og við. Leikurinn okkar fyrir samtals 4-3 fyrir okkur. Hinnir það verið minna að skora í hinum leikunum. Þetta er bara staðfest, þetta er búið. Ég býð svolítið til slöngunan í dýragarðinu. Ætli hún fara ekki bara að koma með eitthvað? Nei, þetta er supertalva sko og við erum allir í upplýsingartækni að tala um og við erum bara ég kaupi þetta saman. Þetta meikar allt senn sko. Þetta er klárt. Ég bara skil það. Herðu, höldum áfram. Það er 2 vikur í þennan leik, þetta verður náttúrulega bara að spenna beltin og vera með hjálmheldi, það verður alveg hvað að segja, þetta verður svona Chelsea stress eins og var á sínum tíma, en allavega við tökum örgulega meira build-up fyrir það heldur en þetta, en Steini það er náttúrulega eins og kom inn á intrónu, það er náttúrulega bara 1 nafn til umræðu í rauninu eftir þennan leika móti Watford og kannski í einhverju víðara samhengi heldur en þessi leikur móti Watford, ég byrjum á Sala, ég vil langar nú bara fyrst að byrja á því sko á viðbröðunum hans við Ashley Young var að skjóta á hann eftir leikinu móti Manchester, ég meina það er ekki sem hafi ekki verið vinsæll fyrir en hann er að stempla sig inn bara í guðatölu strax hann er tímabili ekki búið. Já, ég meina þetta er algjör þetta er bara undraverður árangur, maður er eiginlega búin að vera að segja bara nánast í hverri viku nú hlýtur að fara að koma eitthvað svona stopp á þetta en hann bara stígur upp og hærra og í rauninni sko það er búið að vera að tala um hann versus De Bruyne varandi leikmaður ársins. Ég held að það sé ekki að með við stöðuna í dag þá er það ekki orðið nokkuð spurning, þetta er orðið meira spurningum bara leikmaður ársins í Evrópu. Hann er náttúrulega að taka þetta með svo miklu trompi og ég meina það er ekki heldur verið að tala um sko, bestu kaup ársins hjá Liverpool eða í ensku deildinni. Þetta er orðið miklu stærri skali á samanburðinum. Þetta er með betri kaupum bara, sem gerð hafa verið bara með þetta fyrsta tímabil sko. Og sjálfsögðu veit maður ekki það getur allt breyst á því næsta en þetta er náttúrulega bara algjör undravert hvernig þetta tímabil hefur verið hjá drengnum og bara hversu rosalega og hann er bara ef við spólum bara tilbaka á undirbúningstímabilið þá sáum við alveg bara potensial hann og það sáum við að þetta var líklegast betri leikmaður heldur en við heldum þegar við vorum að kaupa hann og samt var hann búinn að gera góða hluti á Ítalíu en með hverjum leiknum og sjálfstraustið eykst með hverjum leiknum og þá sérðu bara hvað býr mikið í honum hvað er mikil yfirvegun, hvað er mikil tækni, þyngdarpunkturinn og það er ekkert ástæðuleysi sem munur byrjar að bera saman við þann besta í heimi og líklega fyrir síðar Messi.
Ég líka Steina, ég nú líka þess að ég var að minna eindrána, sást ekki sko hvernig hann svaraði Asli Jón þegar hann var að böggan. Ég bara nenni ekki að eyða orðum í Asli Jón. Nei, Steini, come on. Champions League draw can't come soon enough. Sett hann 5 mínútum eftir að Sevilla búin að vinna Manchester. Hvernig viltu stimplað inn? Mér fannst það ekkert beinast að Asli Jón. Mér fannst það bara að vera svolítið beinast að... Hann setti á Instagram mynda sér með Champions League byggarinn í bakgrunni og til að svara. Sem mér fannst frábært. Mér fannst það svolítið bara meira bara svona rivalry á milli Liverpool og Manchester United. En jú, auðvitað var þetta beint í hinn áttina. En mér fannst það bara æðislegt. Þetta var bara lúmst. Þetta var fyndið og já, bara eins og það var. Maggi, ef við tækjum Ég bara get ekki hægt að dásta þessum leikmanni bara, og það ekki bara þetta, það bara hvernig maður heyrir sögurnar hversu jarðbundinn hann hversu ofboðslega hann hefur stimplað sig inn í hjörtu bara heimamanna á sínu fyrsta tímabili. Þetta bara, það engin svona dæmi sem við höfum. Maggi, ef við skoðum að sérstaklega þá með ensku deildina í huga rauninni bara núna í seinni tíð, ekkert endilega bara þessi tímabili, hvaða leikmann myndur bera Sala rauninni helst sama við? Skalar kom, ég er að velta með dettu fyrst í hugurinn á Aubameyang eða Thierry Henry, ég finnst hann nálgast þar fyrir það fyrsta þá alltaf orðið ljóstmála Sala eru bestu kaup í sögu Liverpool, held ég held að við þurfum ekkert að velta því fyrir okkur meir eftir út frá einu árið, þetta er náttúrulega bara þetta er algjörlega gigantískur árangur. Þetta er bara mínu viti með allir virðingu fyrir öllum okkar góðu kaupum það að vera búin að slá út sko nú þegar hæsta markaskor Torres og Suárez og það er einhverjir 10-15 leikir eftir að tímabilinu og hann sé strax farin að eiga séns á hann á í alvörunni séns á meti hjá Ian Rush sem að ég held er aldrei sleið. Þannig að byrjum á því. Þetta eru bestu kaup með eitt tímabil, fyrsta tímabil. Já, ég er að segja það. Rókur aðeins í það. Ég er líka bara samferður það, að þessi strákur er bara the real thing. Þú gerir ekkert þetta sem hann er að gera, auðvitað getur lent í meiðslum eitthvað svoleiðis, en þegar það eru 3 mannstur röddum að dekka hana, þá kannski voru við ekki nógu klókir að nýta okkur það, en ég meina frammistöðunar í leikjum vetrarins hafa bara sýnt það eins og Klopp sagði alveg, hann er komin á þann staðinn að geta klára leiki og eigin spýtur, hann er búin að klára fleiri leiki fyrir okkur heldur en Suárez gerði, þannig að magnitútið á þessum kaupum eru þau stærstu í sögunni að mínu viti á Liverpool. Sko, ég bara, að ég, svo sem síðustu 15 árin, þá hef ég rosalega lítið verið að kannski að fylgjast með einhverjum öðrum liðum heldur en Liverpool, en ég sé ekkert lið, eða engin kaup í rauninni, gera, búa til það sem við erum búin að sjá í vetur og við upplifum það þegar við vorum til Porto, þá voru til einhver 7 lög hann kallinn og hann er náttúrulega algjör guðorðinn þarna. Það voru sem betur verið vitað að þetta er enga klásúl inn í það hann verið seldur. Ég er algjörlega sammála því ég var fljótur að læka þessa stöðans á Twitter, þannig að hann er greinilega alveg tilbúin að verða grjótharður púlari sem að mér finnst alltaf kostur, þannig að menn eru strax komnir bara all in í liðið sitt, þannig að þetta er bara gaur sem að ég virkilega vona að við sjáum bara næstu 10 árin í Liverpool. Aubameyang, ég meina, við erum bara ekki að tala um sama pakka þegar þú dettur inn í þann pakka sem hann datt inn í, það maður kannski bera þetta saman við Henry náttúrulega. Ég er ekkert að tala um fyrstu kaup, ég er bara að tala um stöðu á vellinum og leikmenn almennt, ekkert endilega þegar þú var að koma í fyrsta skipti, heldur bara hvaða leikmaður Thierry Henry var hjá Arsenal, ég meina, er ekki að líka stöðun sem hann er að koma utan að kanti, heldur ekki svona hreinrætt að strækja eða þannig? Ég meina, utan að kanti, hann er bara að gera það sem Messi er að gera. Í mínum huga í dag Messi er betri, við skulum ekki láta neitt með einhverju kjánar með það, því Messi hefur meiri sénsa, en þessi frammistaðan sem helgina og hvernig þessi leið sem hann hefur til þess að hann hlaupir í þvera vörn, hann er að koma utan, hann er að koma innan, hann er að koma bara allt kring einhvern veginn og hann er bara, mínu viti, bara komin á þann staðinn, jú, Henry var þar, en svo undir lokinu var Henry líka bara komin upp á topp með mann til að hlaupa fyrir aftan sig. En ég finnst bara, Sala er bara að gera fyrir okkur sem Messi er að gera fyrir Barca. Það er bara þannig. Ég er að sjá þetta þannig að það er líka dálítið hvernig hann kemur inn.
ég man, það er örugglega kannski eitthvað sem vil meina það, en ég man ekki eftir að neitt hafi verið með grjótharða stampínu yfir að hann var að koma. Við vissum að hann var nú ekkert spes á Chelsea og var að gera ágætis hluti á Róma og jú, hann verið þarna með, við vorum kannski spenntir yfir Mane og áttum ekkert endilega vona því að Coutinho var að fara þetta snemma og svona, þú veist, hann var eitthvað, hann kemur þarna bara og hann var spennandi fljótur kantmaður, það var enginn spáður sem Já, nei, nákvæmlega, það var svona bara hann áttur að gefa okkur meiri möguleika, meiri breidd, meiri vídd, bla 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 og svona meira þannig, sumir svona svona dóldir peningur fyrir kantmann, ok, ekki vera nú spes á Englandi síðast, bam og ég veit ekki, kannski hefur þetta bara þau áhrif að hann kemur ekki með, hann hvorki með risa verðmiða bakinu, hann heldur ekki með eitthvað svaðalegt kastljós á væntingar. Hann kemur bara, dettur inn í þetta lið, lendir að rétta þjálfaranum með réttu félagana og þetta bara greinilega potentialið sem býr í þessu manni. Og ég segi þetta svipað á Steini, sko, ok, menn geta átt gott rönn og gott rönn, en nei, fuck it, maður, hann bara svona anskoti góður, þetta er ekkert rönn, þetta er fucking marathon, sko, hann heldur þessu áfram. Og ég sé ekkert í spilunum að það sé að fara að breytast eitthvað, og ef eitthvað þá að verða betur og betri á þessar hreyfingar og fjölbreytileikinn, þetta mark sem, þetta tætandi menn í gegnum menn og að skora hálfliggjandi, you can't do wrong, og þegar þú ert að reyna, eins og fjórða markið, þannig að reyna að búa til mark fyrir Ings sem búin að koma mjög skemmtilega snertinn með ykkur hörku 4-5 skot á ramman en alltaf varið og samt bara ok, hann næði ekki, þá klára ég vil bara orða það þannig, núna ég þekktur í minni fjölskyldu verið það að vera sko, og bara þeir sem þekkja mig, ég sérlega trúlaus maður og með bara kannski eigi uppeldið tryggði það, ég núna frekar að móti trúabröðum heldur en hitt. Ég eins heiðinn og hugsa skitun, ég sveimir þá, ef það er möguleiki á því að taka upp ykkur trú núna, þá það Ísland. Það bara, ég bara... Það er alltaf þessi Pakistan-stöldin líka, sem við höfum orðið varið við, senni, sko, þessi Pakistan-stöldin. Já, það var kannski eitthvað vísur í eitthvað. Þetta eitthvað, Hver veit. En ég sko, samanburð við leikmenn, sko, hann að spila sambærilega stöðu og Robben og Hazard og svona kallar sem eru svona kant framherjar. Sko, Aubameyang til dæmis, hann búinn að vera að spila meira og minna sem bara striker, bara pjúra striker. Hann var lengi var hann bara striker líka, bara fremsti maður, en hann var reyndar, hann svona sem kemst næst í hann. Horfið bara tölutar, hversu, hann 3 mörkum núna frá því að setja jafna metið sem að þeir eiga 3 sameiginlega í deildinni yfir skorum mörk á einu tímabili. Í 20-lega deild, já. Í 20-lega deild. Hann er ekkert langt frá hinu heldur, sko. Nei, hann er 6 mörkum frá því. Hann 6 mörkum frá því að jafna metið þegar þetta var 22-lega deild sem að Andy Cole átti. En við erum að tala að þetta eru menn sem að eiga þetta met núna, þetta 31 mark, eru Suárez og Ronaldo og það var einhver einn, ég man ekki hver það var, skiptir ekki öllum máli, en og þetta debut tímabilið, ég meina, það alltaf verið að tala núna að Alexis Sanchez þurfa aðlagast stílnum hjá Man United. Það ekki eins og hann þurfa aðlagast ensku deildinni, nei, hann þarf bara aðlagast nýju liði. Þessi gaur að koma nánast nýr inn í deildina, ég tek það ekki með þegar hann var hjá Chelsea. Hann spilaði svo lítið og sjaldan að það valla telst vera að hann hafi spilað. Þannig að þetta hann aðlagast deild og nýju liði og svona borderline komin að setja met í markaskorun og hann ekki einu sinni að spila sem fremsti maður.
Þú tekur Hazard til dæmi, hann búinn að skora jafn mikið núna og Hazard undanfarið 2 tímabil, hann var maður ársins í fyrir á langbestu. Þeir ekki að spila á sömu stöðu, þeir eru alveg sanngjarnir þar, en ég meina Salah líka búinn að leggja fleiri mörk heldur en hann á þessu tímabili. Já, Hazard að spila svo mikið frábæra stöðu? Hversu oft í vetur Hazard búinn að vera bara á toppnum, hreinlega? Já, reyndar. Þetta bara mjög sambærilega stöðu sem þeir eru að spila, þannig að það alveg hægt að bera þessa 2 menn bara gjörsamlega saman, þannig að ég skil eiginlega ekki af hverju það ekki hægt að bera það saman. Þannig að þetta bara nákvæmlega saman. Einu munurinn að hann oftar búinn að vera hérna upp á topp, hann Hazard heldur en Salah. Þannig að þetta bara algjört undur, bara punktur. Svenni aðeins þessum mörkum í leiknum núna helgina, hann búinn að skora gegn 20 mismunandi liðum í vetur. Var ekki komið, ekki að segja að það var alveg komið að því að hann ætti svona leik þar sem þetta gekk allt upp? Jú, og hann átti líka einhvern veginn innistæðu fyrir því, sko, og því að sko þetta er það vel klárað að jú, ok, þetta eru 4 skot á ramman og 4 mörk, sko, sem náttúrulega dálítið sérstakt, og það var nú óskandi að Ings myndi fá smá að þessari tölfræði. En sko, jú, en það dettur alltaf inn leikur og leikur, en þú veist, var þetta komið einhverjum að óvart? Þetta komið, þetta, þú veist, maður bara að sjá hann verða betri og betri, þannig að þessi frammistaða og þessi sko, þessi mörk í þessum leik, þau einhvern veginn, ég vil ekki hljóma hrókafötun, það var bara eins og maður horfði á þetta bara já. Svo kom hann, já, og þú veit, já. Þú veist bara, þú veist, og maður einhvern veginn, þú veist, þetta var valla það að vera svona jumping out of seat moment með þess bara, þetta var bara eðlilegt, þetta er bara þessi maður í getur, hann er bara svona góður. Og móti ekki betra lið en þetta, þá er þetta bara einhvern veginn bara eðlilegt og ég veit ekki hversu gjörspilltur og skrítið maður orðin að finna stað, en þetta var bara, it was coming. Sko, þetta 3. mark er alltaf ekki hægt, þetta er bara ekki lögum. Nei, það er bara Hvað? Þetta er samt, skilur við, bara, þetta er það sem maður gerir. Og þetta var svo komið sem meira svona disbelief, maður svo bara, já, þú veit bara skora hana. Þú veist, maður liggur á bakinu með hálft liðið og ofan af sér og þú veist, með stuttbuxurnar upp yfir augun, það bara skora hann samt. Bara klikkað. Þetta er bara í bullinu. Ég, Maggi, bara svona smá pælingu í framhaldi sem við talum á það. Hvar erum við að ranka þennan strák í dag bara í heimsfótboltanum í rauninni? Erum við ekki farin að tala feimnislaust top 10? Jú, klálega. En sko, það sem er kannski eina sem að hamlar honum í einhverju tölfræði, ég var alltaf nú að vera betur undirbúin undir það, en það hvar hann hefur verið að skora þessi mörk, hvort það hefur verið eitthvað mikil fæði í því þegar hann hefur verið að spila mótið þessum stærri liðu, þar sem hann hefur verið að fá algjöra yfirdekkun, þar sem náttúrulega menn eins og Messi hafa verið duglegir við að finna sér pláss og svæði líka þar, þó þessi með 2 og 3 varnarmenn á sér og einhvern veginn koma fleiri inn í leikinn, eins og Svenni var að tala um á hann, þannig að klárlega var hann að reyna það með Ings í Watford-leiknum sem var bara flott að sjá. Þannig að hann á alveg inni fyrir bætingu, en ég meina þessi strákur er náttúrulega bara klárlega eins og hann hefur spilað í vetur alveg augljóslega á top 10 og ég meina fyrir utan þessa augljósu snillinga sem hafa verið að keppa alla þessa gullbolta og heimsbolta undanfarinna ára, þá held ég hann sé bara í sjálfu sér bara á þeim staðnum að vera bara mjög stutt þar og eftir eins og hann spila í vetur. Það er bara, það sem hann er að gera er náttúrulega, bara eins og sagði það er eiginlega bara ólöglegt, þetta mark sem hann skorar og það er eiginlega bara ólöglegt að koma til Englands inn í þessa deild og þessa keppni og vera komin með þetta mörk á þessum tímapunkti, í öllu comparison er náttúrulega bara algjör þvæla, þannig að það er ekki eins og hann sé með virðingu í skoska boltanum, hann er ekki að lappa inn í Celtic-liðið og skora einhver mörk í þar, hann er að koma til Englands í sennilega svona eina erfiðustu, ef ekki erfiðustu deildin í heiminum og það er að stinga alla af, þannig að og því miður auðvitað umræðan eins og hún verður alltaf á því hvaða liðir á eftir honum núna, en ég, eins og ég sagði hann, ég hef ekki trúið því að það sé klárt, þannig að fyrir utan
Ronaldo, Messi, þú veist, það náttúrulega obvious choices, en eftir það þá held ég hann standi bara á sama þrepi bara, sko. Steini, hvað myndirðu segja, sko, hann búinn að bæta sig allur rosalega sjálfur, hann búinn að sprengja öll met hjá sér og hann til dæmis aldrei skora 4 mörk og í leik, hann talar náttúrulega Klopp, rósar honum eða eitthvað sem alveg viðbúinn myndi alltaf gera það, en hvað heldur að Klopp eigi mikið í þessu, og kannski næsta spurning sem kemur inn á eftir bara upp á framtíða, hvort hann þetta ekki fyrst skipti Klopp heldur að búa til svona leikmann á svona, búa til stórstjörn á skömmum tíma, leikmann á þessum aldri. Nei, og Klopp á hellingi, hann virðist vera, eins og við höfum farið oft yfir, hann virðist vera bara mjög góður í því að gera leikmenn betri, að bæta leikmenn. Og það var svolítið hlegið og við gerðum það bara sjálfir þegar hann var alltaf að klifa það í byrjun að hann ætlaði að meta hópinn og nota hópinn og það væri potential þarna og þetta bara það sem hann er búin að vera að gera. Og þetta bara nákvæmlega sem hann búin að gera fyrir Sala líka, ekki það að hann hafi tekið við honum þarna, en bara þegar að Sala kemur inn og alveg eins og ég kom inn á hann, við sáum alveg að hann var góður í byrjun, en hann búin að þróast alveg gríðarlega mikið og hlutverki hans hefur verið að breytast innan liðsins og þetta svona einhvern veginn að smetla fyrir það, hversu vel hentar það á honum Sala að vera með Firmino þarna upp á topp. Það bara algjörlega ideal fyrir hann. En mér finnst alltaf svona skemmtilegt núna að sjá andstæðingar Liverpool nú gera þeir fátt annað en að tala að hann sé að fara til Real Madrid og bara frábært. Ég hef sko 0 áhyggjur af því, bara ef ég að segja alveg svo ég hef engar áhyggjur af því og við skulum bara leyfa þeim að tala þetta og ég held að við ættum að eða þessum fæstum orðum í það. Við eigum bara að njóta. Við erum bara með einn besta knattspyrnumann í heimi þessa stundina. Ég ranka hann bara á mér finnst hann bara að koma til greina ef að Egyptaland gerir eitthvað óvænt á Ballon á þessu heimsmeistaramóti heitir það þá komi hann alveg til greina sem miður fer þetta oft eftir liðum hvað þau gera en ekki einstaklingunum sem að hversu góðir þeir eru búin að vera en ef að þeir gera eitthvað óvænt á HM þá á hann alveg að koma til greina sem leikmaður ársins á næsta tímabili eftir ár. Maggi tók að rakst hann skemmtilega tölfræði á Andrew Beasley sem alltaf algjör vissart í svona tölfræði samankvæmt, hann bar tímabili á Sala núna í deildinni saman við alla leikmenn sem hafa orðið markahæstir í úrvalsdeildinni með mínútur spilar og hann bókstaflega, hvort sem er með án þess að taka víti, þá hann með fyrir minnstu tíma, hann skorar 85 mínútna fresti mark, það minnst að öllum sem hafa verið markahæstir leikmenn deildarinnar, menn það kannski segir allt sem segja þarf þetta level, þar Ronaldo og Thierry Henry og Harry Kane og Alan Shearer og allir inni sko. Já, það ótrúlegt. Það algjörlega ótrúlegt, það bara algjörlega þannig sem það hann er náttúrulega bara sko, já, eins og kannski eins og ég var að segja hann bara kominn í þessum lista sem múst að sína, þetta engin smá nöfn og engin smá lið sem við erum að horfa til og tala og það náttúrulega bara það bara til margs það, á þessum lista sem múst að taka þetta saman, þá að tala bæði 12 bara besta árangur í sögunni, sem við náttúrulega bara aftur klikkun fyrir mann sem kom bara inn í deildina í haust og það bara já, það bara enn og aftur, hann bara konungurinn og bara hálfgert svindla eins og þeir sungi syngin læni, það hálfgert svindl sko, bara, hann sé með, það bara þannig og bara megi hann vera hjá okkur langa stund í viðbót. Svenni, hefur eins og Steini var að koma inn á, hefur ykkur áhyggjur af því að við eigum ekkert að haldast á honum í einhver tíma, allir markaskorar Liverpool bara frá því að Ian Rush hætti hafa verið hjá okkur í skamman tímarinn og verið farnir á besta aldrei heldur að hann sé ykkur líklegt að við sem að búið til það sem hann verið undantekninga, hvernig þetta, ég hef rosalega gaman að því núna hvað þetta mikið desperation, þetta svona eins og þegar við erum að tala David De Gea, út af þetta eiginlega mestallir orðan að koma frá stuðningsmönnum annar liða, en eitthvað sem við þurfum að áhyggjur á í þessu?
Já, sko, fram að framistu Sala, þá hef ég alltaf haldið fram að Sala ársins á hverju ári United að halda De Gea. En ekki ætla að fara að ræða það dæmi, en Jesus minn hvað, hann bara að halda þessu rusli og floti lengi. Nema hvað, að sko, ég horfi stundum til þessa tíma þegar í hvert skipti sem við opnum annað augað í áttina einhverjum leikmanni að þá keypti Tottenham. Það var svona holdsveikra svona tilfinning yfir okkur að pullið væri ekkert, og ég held að það sé rosalega skipti bara óbúslega miklu máli í þessum toppfótbolta í dag, og þú þarft að vera með stjóra sem ekki bara góður, heldur hann þarf að vera svona líku við svona living legend til þess að vera það stóra að alvöru stjörnur geti verið þar. Og við erum að sjá þetta margoft. Klopp lykillinn að því að Sala og verður. Hann lykillinn að því að Sala orðin eins góður og hann og ég held að hann hljóta að sjá það. Coutinho var svona up and coming og hann fór fyrst að sýna bara þess besta undir Klopp. Mér langar rosalega að segja ef við erum buying club, ekki selling club, það hversu skrítið að segja það korter eftir við seljum Coutinho. En ég byrja fjandinn að hafi það að þessi fílingur í kringum klubbi núna og þessi þrír þarna frammi, mér sýnist á öllu að þetta séu drengir sem vilji vinna fyrir klubbin, að þeir vilji ná árangur fyrir klubbin. Og maður ekki heyrt svona neitt svona farasniðstal þannig. Auðvitað, fjandinn hafi það, þú ert með mann eins og Sala sem bara aðeins second to Messi, og það náttúrulega bara fyrir að telja upp öll bestu lið og dýristu lið í heiminum. Bayern, þau eru Ljótavillin og Madrid, og það vilja allir fá Sala. Allir! Þú ert með mann sem leikur svona, já, pláss fyrir hann í liðinu? Já. Þarf ég að færa eitthvað út? Já. Það skiptir bara engu máli. Þannig að svona speculation bara, þeir voru með svona fáralega góðan mann, þá það bara þannig. Það sem við verðum bara að vonast rákar, að við séum komnir á það stað, og ég held ég að margir hafi það tilfinningu, að Liverpool sé bara orðin, sé stað þar sem þú viljir vera á og viljir berjast fyrir, og þarna kemur kannski líka inn á Kahn líka, sem að var að vonast til þess að væri inn í þessum feeling. Mér sé ekkert í Sala að hann sé að fara. Við þekkjum það náttúrulega að þú ert á Suður-Ameríku, þá það bara innbyggt inn í þitt DNA að þú kunnir að dansa salsa og vilji fara til Barcelona. Þetta svona eitthvað svona fast. Ég veit ekki alveg hvernig egypska DNA hvort það bara walk like an Egyptian, ég veit það ekki, en ég meina þessum drengir hafa alltaf að drauma og allt það, og hann búinn að spila á Englandi, fara til Ítalíu, aftur til Englands, og auðvitað að veita hvað klukkan slær. En ég segi svo Steini, ég ekki mjög yfir mig að hann sé að fara. Ég bara fjandinn hafa það, ég held að það sé að bara, og menn finna lyktina þessu. Það eitthvað aðeins meira í gangi heldur en hefur verið í mörg ár, og þú vilt vera með. Þú vilt vera með því, fjandinn hafa það. Ég held að það sé eitt í þessu, það verið að bera þetta saman núna við sérstaklega Suárez og Coutinho. Báðir faraði frá liðinu þegar það á uppsving og í rauninni svona búið að vera að gera góða hluti, spila skemmtilega bolta og gaman að vera hjá þeim. Munurinn og það vita það bara allir sem hafa fylgst með fótbolta, að Suður-Ameríkumennirnir, þeir vilja fyrst og fremst vera á Spáni. Þeir fara bara alltaf þangað. Og ég hef miklu meiri áhyggjur af Bobby Firmino í rauninni heldur en Sala, ef ég á að segja alveg svo Ég ætla bara að vona að Bobby Firmino sé bara, hann bara svo, það svo mikið eitthvað enskt yfirbragð á honum og hvernig hann spilar leikinn að ég að vona að Real Madrid og Barcelona láti hann bara í friði, en ég hef miklu meiri áhyggjur af honum í þessu sambandi heldur en nokkuð tíma Sala. Að því að þetta suður-ameríska blóð, það bara togar bara. Steini líka var þetta
ekki Afríku, ég nú þekki ekki þennan marka, en er ekki þetta áætla að Frakkland, Þýskaland og jafnvel England séu miklu nær kannski þeim heldur en menningin endilega á Spáni eða Suður-Ameríku, sko. Jú, það nákvæmlega það sem ég að segja. Af því hef ég ekki teljandi áhyggjur af þessu, svo framalega sem að við séum svolítið í þessum gír sem við erum við núna, við séum með samkeppnishæft lið, að við séum að spila í meistaradeildinni, að Klopp sé bara á þessari vegferð með okkur og hlutirnir sé að ganga svona, þá hef ég ekki áhyggjur af Salah. Auðvitað veit enginn framtíðina, en mér finnst það alveg bara kolrangt að vera að bera þetta sama við Suárez dæmið og Coutinho dæmið. Ef mér ætla að fara í eitthvað lengra comparison eins og með Torres, þá var bara allt annað upp á teiningnum þegar það var ekkert að gerast þá. Við vorum bara, Torres var full yfir því að það gekk ekkert og við vorum ekkert að challengea, þannig að það var allt öðruvísi hlutir með hann, svo að það hefði verið og í rauninni má segja að hann var ekkert að fara frá einhverju rosalegu free flowing spilandi liði sem var að challengea hlutina. Maggi, eitt pæling varðandi þetta, það tengdi þessu, sko, það var engin ánægja þegar Coutinho fór og heldur betur ekki, við fáum fína pening fyrir hann og allt það og aðstæður voru ekki sérstaklega okkur vil, en ekki FSG komið smá upp í vegg núna, var þetta Salah næstu allavega klárlega í sumar og jafnvel næstu árin eða alltaf að spila svona áfram, þolinmæði fyrir þeim ekkert óbúðslega margar svona sölur í viðbót, ekki að horfa á þannig? Nei, sko, ég meina, sko, ég bara, það sem að bara, eins og Svenni sagði, það náttúrulega bara þetta mentality sem að ég held að FSG kannski í þeirri stöðu einhvern veginn núna að verða ekki selling club. Það bara einhvern veginn þannig sem að við bara verðum að fara að fá að sjá og það náttúrulega, ég hef alveg ákveðna samúð með þeim gagnvart þessum gaurum eins og Coutinho sem náttúrulega bara sýndu einlegan vilja og voru bara tilbúnir að fara í verkfall og voru með stæla gagnvart félaginu. Við verum auðvitað bara stóla á það að Klopp lendi ekki því með Salah og við séum bara með mann sem er tilbúin að verða bara kóngurinn á Anfield, bara það verði það sem hann vilji láta þekkja sig fyrir. Ég held að það sé kannski miklu frekar máli. Ég held að FSG hef ekkert vilja að selja Coutinho frekar heldur en neitt annar. Það áttuðu sig allir á því að hann var bara ekki tilbúin að vera lengur í Liverpool og hann orðinn lítill fiskur í tjörn hjá Barcelona. Ég sé engar fyrirsagnir hans frammistöðu á Spáni og bara það held ég að liggi máli. Ég held við getum ekkert kannski hort á FSG þar, heldur bara þetta player power ævintýri sem í alheimsfótbolta. Ég meina nýjast ævintýri það að Neymar vill fara aftur til Spánar eða ekki, því honum svo leiðilegt að það bara svo ógeðslega leiðilegt að búa í París, segirist manni. Þannig að það held ég sé ekki FSG sem við horfa til þá, heldur bara hvort það bara svona almenn heilatóknun á ágæða fótboltamönnum að halda það spátt sig einu staðinn sem að spila fótbolta á. Annars hef ég ekkert endilega stóra áhyggjur af því að hann fari og ég hef engar áhyggjur af því að FSG taki einhverju tilboð í hann ef þeir mögulega sjá fram á það að hann sé ekki með alvarlega heilatóknun. Já, hann virðist nú alls ekki vera þar. Svenni skiptum að þessu gír, sko, líka var þetta þennan Watford-leik, sko, og svo fyndi að sjá hugafæri sem að bara fór sjálfur inn í þennan leik með til dæmis fyrstu umferðina sem fór 3-3 jafntefli að kannski Salah og það sem hann að gera núna og rauninni fyrir mínu og manni líka að hjálpa, en ég meina við erum að tala vörninni núna ekkert að bæta sinni síður sko drastist. Þetta fyrsta skipti núna yfir 38 leikja lúpu þar sem þeir eru búin að fá þessu minna en eitt mark í leik, sko. Ekki að horfa að þeir svolítið að hjálpa til líka við að taka pressuna af Van Dijk. Hann bara svona, hann ekki sérstaklega mikið til umræða þannig, nefnum það bara til að rosa. Nei, menna, ég sá vonandi einhverja tölfræðir að einn góður vinnur okkar benti á að í 22 síðustu deildarleikjum erum við búin að fá okkur 1 mark í fyrstu leikatriðum, eða svolítið á okkur, sko. Og við þekkjum kannski aðeins aðra tölur í gegnum tíðina. Sko, var ekki 2-3 í fyrsta leik móti Watford, bara til að taka helst? Jú, bara þessi sem gott aðeins, sko, og það náttúrulega, þú veist, það ekkert að frétta á Austurvígstöðunum og þá ekkert að frétta og það kannski, en meðan allt að frétta hinum megin á vellinum, og ég held að við getum svo sem bara, náttúrulega, ef það ekkert að frétta úr vörninni, þá það voðalega góða fréttir. Ég held að það sé samt sem að frétta, ég held að við séum að sjá það
að Matip sé að fungera betur með Van Dijk. Að því sögðu þá góð vinur okkar hann Klavan, hann hefur ekki fengið að standa mikið með Van Dijk. Ég nefnilega sko að því að hann er vinnudýr og gerir það sem hann sagt, þannig að ég ekkert hann getur örugglega sko skárri hluti heldur Löfren á vondudegi, það veit ég. En allavega, þessi Watford-leikur einhvern veginn, mér fannst líka responsið, hvað að gerast, hvað voru gerast undan. Og svona að minna svara, við áttum kannski ekki alveg vona svona rosalega góðu svari. En síðasti deildarleikur það var þar á undan var náttúrulega anskotans hörmung sko. En mér fannst þetta, við þekkjum það kannski bara fyrir áramót og síðasta tímabili að maður oft meira nervus að mæta Watford og Crystal Palace heldur en stóru liðunum, því að þar eru alltaf að mæta. Þetta nervust, þetta bara orðið öðruvísi, minna, maður er svona meira bara, maður ekki með þennan stressfaktor á milljón í stöðunni 2-3-0 yfir eins og við erum búin að þekkja og hvort að það þýðir það að þessi að halda boltanum hátt uppi, en það hlýtur að þýða það að við séum að erum þéttari tilbaka og ég held að Van Dijk, hvort sem hann er svona óbærslega góður eða þessi áhrif sem hann hefur drullu fínt, þá var allir að bíða eftir einhverju þessu múvi, af því að þetta er svo mikið andlegt í því líka og þetta múv þegar hann segir Karius, þú ert maðurinn og Van Dijk, þú ert maðurinn og láta þessa tvo bara raun og veru vera þetta tvo og bara on. Ég held að þetta hafi skipt bara óbúslega miklu máli. Mæki, einhvern input á þetta eða leikinn almennt á móti Watford annað en sýninguna hjá Sala? Nei, þetta var alltaf langt að vera besti leikur sem við átt í vetur, bara frekar yfirvegaður einhvern veginn og bara sjálfur sér búin eftir 5 mínútur, þannig að bara ég var með fullt af fólki sem var þarna. Ég mæli með því að fara á Watford-leiki, ég fór á leikin í fyrra sem fór 6-1. Þannig að þetta er leikur sem var að fara að maður vill fá fullt af mörkum. En annars bara allt komið held ég. Ég held að það sé að koma að þessi ljós, mér fannst til dæmis innkoman hjá Danny Ings inn í þennan leik vera mjög impressive. Hann í rauninni og búinn að vera impressive í þessum innkomum sínum og ég held að það sé að svona sýna það bara af hverju Klopp tók þessa ákvörðun að senda Sturridge á lán. Ings leikmaður sem að ég get alveg séð fyrir mér að verði svona varaskeifa hjá hann. Það ekkert, þú fær náttúrulega ekki Firmino gæði í leikmenn til að hafa á bekknum en hann kemst svona, hann kannski svona 80% Firmino með sínu dugnaði og kall greið þarf bara að ná einu markin held ég til að svona nákvæmlega. Þannig að mér fannst innkoman í honum og síðan annar punktur sem mér finnst Mane í rauninni ekki fá alveg það kredit sem hann á skilið. Mér finnst hann búin að vera stór hluti af því sem að því við erum búin að vera að tala mikið Bobby og Var hann ekki þessi nýju hlutur til þessu leik, fannst þér? Svona meira á miðjunni? Jú, hann farin að detta meira inn í þetta 10 hlutverk í rauninni. Þannig að mér finnst hann vera eiga miklu meiri þátt í þessari velgengni hjá Sala heldur en menn vilja gefa hann kredit fyrir. En samt þessi leikur var bara sýning, bara Sala sýning en þessi punktar líka að því að hann hefur verið talsvert gagnrýndur í vetur Mane og hann átti það alveg skilið á tímabili en mér finnst að vera búin að vera bara töluvert lengi núna verulega öflugur og á flestum sviðum. Nákvæmlega. Strákar, það er náttúrulega landsleikja framöndan og við veit ekki alveg, það allavega og svo Crystal Palace eftir það en við höfum alveg tíma kannski fréttir öðru, við náðum ekki alveg Maggi í síðasta þætti, við tókum upp bara strax eftir Sevilla Manchester og
bara ég held að helstu fréttir vikunar hafi verið sko blaðamannafundir hjá portugalska viniðinum. Við langar aðeins að fá eitthvað input á þetta. Heldur við séum að sjá þarna byrjununa á endanum eins og hjá Chelsea, eða erum við að lesa svo mikið í það? Veistu það, af því að ég voru í svo miklu stuði hérna því ég var ekki að horfa á leikinn. Síðast þegar ég tókum upp, þá settist ég niður og horfði á Sky News þegar ég kom heim. Og þetta voru náttúrulega alveg skýr merki það að það er konar sprungur í skilin hans og viðtalið eftir Brighton-leikinn heldur því áfram. Þú veist, það er ekkert hægt að horfa fram hjá því og vinnur minn Kristján vildi nú meina það að hann sé búinn að finna þarna einhvern stað til þess að vera á. Veist, hann er ekkert comfortable þarna það sem hann er, það er bara þannig. Ætti hann ekki bara að fara í Brynborg frekar? Já, menn er hann ekki bara að fara til París? Það veit allir að París skiptur í stjóra í sumar og Mourinho myndi örugglega vilja fara þangað ef allt færi stig. Þannig eins og ég sagði í podcastinu fyrir United-leikinn, þá var ég ekki sammála Kristján það að Mourinho væri bara komið þarna til þess að vera á góðum stað og ég reyndar hef nú svo sem hirti Stjána eftir þennan Sevilla-leik og hann var nú kannski svolítið á þeirri nótu að þarna hefði nú kannski skorað stórt sjálfsmark bæði með uppleikinni á leiknum og þeirri staðreynd að Old Trafford var að vera tómur þarna, gríðarlega mikið af fólki sem fór að vellinum áður en að leikurinn var búinn og koma svo inn í viðtal og benda það að þetta er ekkert stort mál fyrir Manchester United að tapa meistaradeildinni, ég hef slegið oft út. Þetta eru náttúrulega einn gölnustu ummæli bara sögunar. Þú veist hvað, ég meina, bara þetta er alveg þegar Hodgson rósaði Everton-leiknum á sínu tíma, besti leikurinn sem liðið spilaði fyrir hann, þú veist, mann langaði bara til að sigla á kajak og snúa mann niður, sko. Þetta hljóðum með David Hodgson, við getum þetta var bara Roy Moyes. Þetta var bara algjörlega galinn ummæli. Þú veist þannig og svo kemur hann eftir þennan Brighton-leik og rífur alla niður nema Matic sem hann lítur að skotin í dóttur hans eitthvað sko. Þannig að hvað gerist svo í framhaldinu? Ég meina þetta geta ennþá lent í öðru sæti og unnið bikarinn sem enginn er ánægður með því á Old Trafford. En það er engin spurning að það er komin fíla í Manchester og hvernig hún endar, maður veit aldrei með Mourinho. Ég held að það sé alveg rétt að það verði eitthvað hreinsun. Þú veist, það sé allir að framkoma gegn Luke Shaw er náttúrulega bara skólabókardæmi gamlan þjálfara, gamla skóla þjálfara sem að því miður áttu þetta til að velja sér einn leikmann til þess að sína valdsitt eða svona aðeins að taka sem dæmi eitthvað sem var ekki, hann væri sáttur við. Hann þorir ekki að tala svona Pogba þó þeir séu hættir að talast við og eitthvað svona, en tekur hann einhvern svona leikmann fyrir. Þannig að án þess vegum eða löngum tíma í Jose Mourinho þá var alveg kursinn kominn en hversu hratt það gerist veit maður ekki og ég sé það alveg gerast að hann bara ákveði það í voru að þetta sé eitthvað vesinn og hoppi yfir sundið í Parísar. Það kemur ekki óvart. Rétt upp hend sem kom þetta óvart. Nákvæmlega. Bara anyone listening, bara hér eftir og hérna á internetinu. Hérna er eitthvað til í að rétt upp hend og sagði þetta að hann lendi í einhverju svona vesenni og móral og Mourinho og ég litli púkinn í mér þegar hann var að fara að sæna þarna yfir í litla liðið Manchester og ég bara það svo lakkaði svo í mig og já þarna á kvikindið heima hvað þetta verður auðvelt hvað þetta verður fyrirsjáanlegt og það er svo, þú veist, og ég ætla ekki einu svona, þú veist, það er enginn að fara að berja sér að brjósta og segja, já, ég vissi það. Af því að þetta er eitt af það augljósasta drullusaga sem hefur bara verið birt ever. Þú veist, og það er ég á svo mikið af góðum vinnum í sem halda með þessum vesennæsklúbb og ég er bara farin að finna pínu til með þeim, af því að sko þetta er bara vandræðilegt og ég Sala fer til Madrid. Við erum með Klopp. Þú ert með þarna, já, blessaður, og þegar ég ætla bara að enda á því að ég er mjög svona spurninganörd og hef mikið metnað fyrir því að standa mig vel í slíku ykkur hluta vegna. Ég tók þetta próf sem Guardian var með daginn að who said it, Donald Trump eða Jose Mourinho og ég vandaði mig og ég fekk ekki nema fucking 6 af 10 rétt. Og það segir manni ótrúlega mikið þennan vitleysingur. Þannig að ekki vont fyrir hann Svenni, alltaf ekki vont fyrir hann að Cambridge Analytica sé þessu vesinni, það hlýtur að vera með þá á.
Það gæti verið. Þetta geggjað. Mér fannst svolítið athyglisvert í þessu öllu að það komu margir á Twitter og töluðu það eftir blaðamannafundinn eftir Sevilla-dæmið þegar hann tekur þá fléttu sína að þarna sé bara hinn eitursnjalli Mourinho enn og aftur mættur. Hann bara tekur alla athygli á sig, allt kastljós frá leikmönnum, bara nú hann bara öll pressa af hans leikmönnum og bara on we go. Herðu, það valla bara, þú ert valla búin að snúða þér í hálfhring þegar það kemur næsti blaðamannafundur, Brighton-fundurinn. Herðu, þá það bara yfirdrulli við leikmennina. Ef Luke Shaw væri hestur, það væri búið að skjóta. Já, þetta alveg bara. En mér finnst við eyða allt of miklu tími í morgun. Mér finnst athyglisverðasta sem framöndan að þegar þessu bíp landsleikjahléi lokið, þá eigum við Crystal Palace í útivelli á laugardegi og með sigri þar getum við sett muninn í Chelsea upp í 10 stig og muninn á Tottenham upp í ykkur 5 stig. Ég veit að þeir eiga leiki til góða, en það innbyrðis leikur á sunnudeginu og milli þessara tveggja liða. Þannig að það alveg bara huge. Það ekki, við erum ekki að ná því, Steini, þetta er hátíðisleikur. Þú sást að við erum að kloppa, við vinnum það ekkert, sko. Já, við erum búin að sprengja svo margar brýr og henda svo mörgum mítum hérna aftur. Ég vil ég sett ánægð með Klopp, hann virðir þinguna, sko, þú veist það hjá stuðningsmönnum. Það þér hefur verið þarna sjálfur. Og núna rokkar maður bara á Tenerife. Júður flottur maður. Já, sammála því. Tók bara þjálfarana með sér til Tenerife. Það alvöru maður. Ég sammála því. Strákar, vitið þið hvað ætlaði að vera lengi þar? Bara fram að leik? Þeir hljóta að fara heim núna leið og þú mætir okkar. Ég er að mæta mánudaginn, ég bara að flýta þér bara þess. Já, ég heldur fara heim á sunnudaginn. Nei, ég er að djóka ykkur, ég fekk e-mailið, við áttum allir að mæta í þjálfarateyminu. Er ekki leit? Þið ekki að fara að taka Einar Matthías í leit fitness test? Jó, nákvæmlega. Þú og vinnur Albert Stubbins þarna sem að fara í eitthvað test þarna? Já, sko, leit fitness test hjá Einari bara mjög seint að degi til. Ég veit ekki, ég var búvað sem skráður í köfun, allavega veit ég að mánudaginn, þetta verður bara fínt. Herðið strákar, þetta komið til vitleysu, það þetta ágætt, sko, en ég vil ekki meina sem eitthvað. Ég ekki mennist ykkur þrá ekki verið Mourinho og hann var í hrettu vikuna, við höfum alveg tekið Conte eða Wenger líka fyrir og gerum það væntanlega bráðum aftur líka, en ég held að við látum þetta bara segjum þetta bara gott í bili. Þetta var fínn þáttur, ógeðslegt kvöld út af handbolta. Ég fattaði ekki tók Eyjamann inn í þáttur, við erum búin að vera á spjallborðinu yfir þetta að tala um handbolta og það var alveg ógeðslegur. Framarar þeim með skammarþykar. Bara. Komdu fagnandi. Fagnandi. Það er ekki leikur næstu viku. Það er bara 50-50 hvort að verið þáttur. Við sjáum til. Kannski tökum við frí og förum á tenni. En ég þakka fyrir í kvöld. Takk fyrir spilað.